Ég er svo stolt af honum. Fá ykkur sæti. Og bara yndislegt að sjá ykkur hérna í húsi Guðs. Því að Guð er góður. Mér langar bara að segja að Guð er að gera eitthvað alveg magnað í Smárakirkju. Það er alveg ljóst. Og ég er búin að vera bara á öllu þessu ári, ég er bara búin að vera biðjandi Drottinn bara hvað er í gangi. Mér finnst eitthvað svo mikið, það er svo mikið blómgun að eiga sér stað. Og það er svo spennandi tímar framundan í kirkjunni og maður finnur að það er eldur kominn, þið vitið, það er bara kraftur í kirkjunni. Og það sem ég elska líka, hér eru bara allir jafnir. Hér eru allir bara ganga gönguna saman og við erum hér í kærleika til þess að lyfta upp hvort öðru, hvetja á göngunni með Guði, en líka brýna og bara hjálpa á göngunni. Má ég heyra amen? Halleluja. Og það eru forréttindi. Það eru forréttindi að tilheyra kirkju. Og það eru forréttindi að tilheyra Guði. Hann er svo frábær. Hann er svo mikið bestur, má ég heyra amen? Halleluja. Og ég hef svo sannarlega, vinir, góðar fréttir að færa. Hann er trúfastur, hann er með áætlun, hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera og hann er ekki búin að missa stjórn á neinu. Og það eru góða fréttir. Og það stundum já, amen, gefum honum gott klapp. Halleluja. Því að stundum held ég svolítið hans er búin að missa stjórn. Og þá fer ég að reyna að hjálpa honum. Og það endar alltaf bara í einhverju vegleysu. Mæla ekki með því. Hann veit hvað hann er að gera. Þannig að það eru góða fréttir í dag. Hann er að byggja ríki sitt. Hann er að byggja kirkju sína. Og við ætlum bara að vera viljugir verkamenn. Því að Biblían kennir, agrarnir eru hvítir til uppskeru en verkamenn eru fáir. Og ég upplifði rosalega sterkir að Guð er að gera kirkju sína að viljugum verkamönnum. Við ætlum að hætta að vera eins og börn sem að bara þarf að klappa og hjálpa fætur og nú ætlum við að fara að vera fullorðið fólk í Guði og við ætlum að fara að bera andlega byrðar. Og notabenni byrðin er létt og geður indælt. Þannig að þetta er ekki undir okkur komið, þetta er undir Drottni komið. Og ég finn að Guð er að gera hratt verk í kirkju sinni. Hann er að hjálpa fólki að vera fullþroska á göngunum með honum. Og vinir, það sem við þurfum í Guðs ríkinu, það eru mæður og feður. Og ég finn að það er ákveðin kaflaskil að verða út af því að fólk er að finna köllun sína útvalningu og það er að ganga fram í því sem að Guð hefur kallað viðkomandi til. Og allir hér inni sem heyra mína raust eru kallar af Guði. Það eru allir kallar af Guði. Og hann hefur stórkostlega áætlun fyrir líf okkar allra. Þannig að ekki halda að þú skiptir ekki máli, þú skiptir máli. Guð er með nákvæma áætlun fyrir þitt líf og hann er ekki búin að gleyma þér með nokkrum hætti. Við erum búin að vera að tala svolítið um það núna, hvernig við getum vakið upp morgunroðan. Við erum búin að vera að tala um Davíð, hvernig við getum gefið þakkir í öllum kringumstæðum, líka ömurlegum kringumstæðum, líka kringumstæðum þar sem að allt virðist fokið í öll skjól. Biblían kennir okkur og Davíð konungur í Biblíunni, það stendur á einum stað og þarna var Davíð í rosalega erfiðum málum og hvað gerði hann? Hann sagði ég vil vekja upp morgunroðan. Biblían kennir að kvöldi gistur og skrátur en það er gleði söngur að morgni. Og það skiptir svo miklu máli, vinir, hvað við veljum í kringumstæðum sem eru áskorun í okkar lífi. Og Guð hefur sett okkur í klæðskera sniðnar kringumstæður, ekki til þess að brjóta okkur niður, heldur til þess að sjá gullið sem að býr í okkur. Vinir, það býr gull í okkur. Það býr hlutir í okkur sem að mun aldrei koma í ljós fyrir en hitinn kemur á. Þannig að ekki amast yfir hitanum, ekki amast yfir því þegar Guð setur því í erfiða kringumstæður. Segi Drottinn, ég treysti þér. Ég lofa þig, ég blessa þig alveg sama hvað og ég ætla að vekja upp morgunroðan. Halleluja. Því að það sem að skiptir öllum máli, vinir, á göngunum með Guði er að vita það að við erum aldrei ein. Hann lætur alla hluti samvirka okkur til góðs því að við elskum hann. Og vinir, þegar við trúum því raunverulega að Guð er hér og hann er með okkur, þá horfum við öðruvísi á kringumstæður lífsins.
Við vitum það að við erum meira en sigurvegarar. Við göngum inn í aðstæður sem að aðrir myndi bara krossleggja hendur faðum sér og leggja niður vopn. Þá segir við drottinn, hvað ert þú að gera? Og vinir, þegar við nálgumst kringumstæðna með þeim hætti, drottinn, hvað ert þú að gera í þessum kringumstæðum? Þá lærum við að fljúga yfir kringumstæðnar. Við látum ekki kringumstæðna beygja okkur eða beygja vilja Guðs í okkar lífi. Heldur fljúgum við hærra. Og mér langar til þess að byrja að lesa reikningstaf og spyr kannski, Sibba mín, þú svolítið æst, en ég ætla að sýna okkur fram á þetta og af hverju ég svona æst. Það í Rómverjabréfinu í 8. kafla og 37. versi. Nei, í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur, í krafti hans sem elskaði okkur. Þegar ég þess fullviss að hvorki dauðin líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar hæð né dýpt, né nokkuð annað skapa muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum. Og vinir, ef þið eru búin að gleyma því, þá býr hann innan með þér. Hann býr innan með þér. Kraftur hins hæsta býr innra með þér. Krafturinn sem að reis Jesú frá dauðum býr innra með þér. Og það stendur, nei, í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur. Rétt þýðing þessi. Nei, í öllu þessu erum við meira en sigurvegarar. Vinir, við erum meira en sigurvegarar. Í öllum kringumstæðum, jafnvel í dauða, þá erum við meira en sigurvegarar. Því að við tilheyrum einhverjum sem hefur sigrað dauðan. Hann hefur sigrað alla hluti og hann mun síðastu ganga fram að foldu. Og hugsa ykkur að vera í stríði. Hugsa okkur ef að Ísland væri með her. Og við myndum öll vera draftuð, eða hvað það kallað, kölluð í herinn. Vitandi það við værum þegar búin að vinna. Það það sem að við lifum undir í dag. Við erum þegar búin að vinna. Og vinir, þegar við tæklum lífið þannig og kringumstæður lífsins þannig að við erum þegar búin að vinna, þá horfum við öðruvísi á kringumstæður. Þess vegna finnst mér alltaf svolítið sorglegt þegar kristið fólk alltaf að barma sér, alltaf að vorkenna sjálfu sér svo mikið. Auðvitað göngum við í gegnum alls konar kringumstæður. En vinir, við eigum ekki að barma okkur. Ef við megum það. Bara stuttastund. Og svo getum við farið að þakka Guði fyrir tækifærið að hann setji eld í líf okkar og þannig að komi í ljós gullið sem að býr í okkur. Vinir, það eru forréttindi. Það ekkert minna en forréttindi. Halleluja. Þannig að við erum meira en sigurvegarar. Ég búin að fylgjast með Gunnari töluvert mikið í fótbolta og hef lært töluvert á leikinn. Ég orðin hálfgerður fótboltasérfræðingur. Gunnar bara, nei, alls ekki. En það munur, vinir, að því að vera í vörn og að vera í sókn. Og kirkjan á Íslandi, og reyndar bara kirkjan bara víðsvegar heiminn, hún búin að vera í varnarleik. Hún alltaf að færast aftur og við erum í varnarleik. Við erum bara komin upp við vegg. En það eru komin kaflaskil. Og nú ætlum við að virkilega að fara í sókn. Og vinir, sóknin þýðir það að við þurfum að skora mörk, ekki satt, Gunnar. Amen, Gunnar. Þannig að núna erum við að skipta gír. Við ætlum að hætta að vera í bakkgír og við ætlum að setja í framhjóladref. Og við ætlum að fara upp hæðina sem að Guð hefur sett fyrir framan okkur. Og við ætlum að fara að skora mörk. Og við ætlum að fara að vinna ný landsvæði. Og við ætlum að fara að gera hluti sem að við höfum verið kölluð til að gera í langan tíma. Má ég heyra með? Og við ætlum að hætta að afsaka okkur. Við ætlum að taka stöð okkar í Guðsríkinu og við ætlum að sjá tjaldtalna víkka út. Við ætlum að sjá Guðsríki breiðast út á Íslandi. Og við ætlum ekki að setja bara einhvern veginn og bara, fyrir ekki að við sem til. Hættum því. Hættum því. Vitið, það sannleikurinn sem býr í orði Guðs sannleikur sem allir þurfa á að halda. Það engin undan skilin. Og við búum og við þekkjum innan sannleika en stundum við með hann eins og undir mælikeri.
Það ekki vilji Guðs fyrir kirkjuna. Og við erum að skipta gír. Við ætlum að taka meira pláss en það þýðir ekki að við ætlum að vera með einhverja frekju eða yfirgang. Við ætlum að vera djörf í því sem að Guð hefur gefið okkur. Og við ætlum að taka ný landsvæði. Og ég virkilega trúi því að það komið tíma og vakning á Íslandi. Og ég finn að Guð að gera algjörlega nýjan hlut í kirkjunni. Það eru aldeilis að koma upp alls konar blóm. Það eitthvað að springa út í kirkjunni og það eldur í kirkjunni. Halleluja. Þannig að við ætlum að taka tilbaka það sem óvinurinn hefur stólið frá okkur. Halleluja. Og mér langar aðeins að skoða líf Jesú í þessu samhengi. Jesú var bara fæddur inn í hefðbundna fjölskyldu, gyðingafjölskyldu. Pappans var hvað var hann? Akkurat. Ég vildi bara tjekka hvort Jóhanna var með á nótunum. Hann var smiður. Og hann kendi Jesú smíða iðn. Óskup venjulegt í rauninni barn. Þú veist, og hann átti líka systkini og svo framvegis. Og vinir, það tók Jesú, hugsið ykkur. Hann í rauninni gekk bara og steig fram í þjónustu sína í cirka 3,5 ár. Fyrir þann tíma var undirbúningstími. Hann að vaksa og dafna. Og það á líka alveg rétt á sér. Við þurfum undirbúningstíma. Og vinir, þetta á ekki bara við Jesú. Þetta á við alla. Við eigum að fylgja í hans fótspor og Guð stundum tekur okkur til hliðar það sem undirbúningstími og við sjáum þetta í lífi Davíðs, við sjáum þetta í lífi Jósefs, við sjáum þetta í lífi allra þeirra sem gerði einhverja stórkostlega hluti í ritningunum og við sjáum þetta svo sannarlega kristallast í lífi Jesú. Ungur maður, sonur Guðs, átti eftir að bjarga heiminum undan syndum þeirra og gefa þeim eilíft líf. En hann var bara óskup venjulegur sonur. Hann stóð sig í stykkjunni í þeim verkefnum sem að Guð lagði á hann. Og hann gerði gott. Og það stendur á einum stað, hann týndist þarna þegar hann var 12 ára. Og það stendur í kjölfari, hann var hlýðinn foreldrum sínum. Þetta fyrir Gunnar minn, hann var hlýðinn foreldrum sínum. Og hann gerði rétt. Hann óx og dafnaði og svo kom að því að hann átti að ganga út á vatnið og fara inn í þjónustu sína. Og mér langar aðeins að skoða það hvernig það var til. Og eins og við vitum að þá byrjaði það þannig að hann var skírður í ánni Jórdan. Og það kemur dúfa sem segir, þetta minn elskaði sonur, á honum hef ég velþóknun. Og dúfan, eins og við vitum, mynd upp á heilagan anda. Áður en við göngum í þjónust okkar vinni þá er svo mikilvægt að við fyllumst heilugum anda. Við verðum að fyllast andanum því að það er andinn sem að leiðbeinir okkur. Það er andinn sem að gefur okkur leiðina hvert við eigum að fara. Og ekki bara það, hann hjálpar okkur, hann leiðir okkur í allan sannleikann. Hafið ekki stundum fundið fyrir því þegar Guð er að leiða ykkur og bara nei, ekki fara hingað, farðu frekar hingað. Veist, þetta kannski ekki samskipti sem eru góð fyrir þig. Passaðu á þessum. Þú veist, Guð er endalaust að tala við okkur og þetta er andinn heilagi. Þetta er andinn sem hann hefur sett í brjóst okkur og vinir, ef við erum ekki full af heilugum anda, þá er tækifæri hér í dag til að fyllast andanum. Því að þú getur aldrei framkvæmt það sem að Guð hefur kallaði til nema að vera fylltur anda Guðs. Og hann er hér og hann er tilbúinn að snerta okkur þar sem við þurfum og hann hjálpar okkur. Hann hjálpar okkur á göngunum með sér. Og við sjáum það, Jesú tekur skírn, hann fyllist heilugum anda og svo fer hann út í 40 daga eyðimerkur göngu. Sem í rauninni svo mikið svona, þið vitið, hún náttúrulega, þetta minnir svo sannarlega á eyðimerkur göngu Ísraelsmanna, þeir fóru 40 ár í eyðimerkur göngu. Og í eyðimörkinni að þá kemur óvinurinn og hann reynir að freista Jesú. Hann fastar og hann er að undirbúa sig. Hann er að undirbúa sig fyrir þá þjónustu og þá köllun sem að var á hans lífi. Og hann fer út í eyðimörkinu og óvinurinn reynir að freista hans á allan hátt.
En hann svarar honum alltaf með orði Guðs. Og vinir, þegar freistarinn kemur og hann reynir að hafa áhrif á okkur, þá þurfum við að kunna orð Guðs til þess að geta svarað honum, til þess að standa í gegn djöflunum, því að þá mun hann flýja. Og vinir, þegar við stöndum í djörfung, og djörfung kemur þegar við fyllumst heilugum anda, þegar við stöndum í djörfung og við tölum við kringumstæðurnar okkar, þegar við tölum við óvininn, þá mun hann flýja. En við þurfum að kunna orð Guðs, og kirkjan hefur svo sannarlega gefið eftir landsvæði þar. Mér finnst átakanlegt ofta að heyra til þess að margir þekki ekki einu sinni ritningarnar. Það á ekki að vera þannig. Þetta okkar andlega fæða. Þarna fáum við kraft til þess að gera vilja Guðs, og við verðum að gefa okkur tíma í orði Guðs. Hann elskar okkur og hann með orð fyrir daginn í dag, nýtt manna. Alveg eins og þegar Ísraelsmenn fóru inn í eyðimörkina, þá fenguðu manna á hverjum einasta degi. Og mannað auðvitað mynd upp á orð Guðs. Himnabrauð. Og svo þegar hann komin út úr eyðimörkinni, hann Jesú, að þá fer hann beint hvert í hús föður síns. Vinir, ef að það ekki skýr skilaboð fyrir okkur hvar við eigum heima, þá veit ég ekki hvar. Hann hóf göngu sína inn í sinni köllun í húsi föður síns. Og hvað gerir hann? Hann stendur frammi fyrir lýðnum og hann tekur bókina og hann opnar bókina í Jesaja. Hann fyrir að lesa orðið. Hann fyrir að lesa hver hann í orðinu. Og hann upplýkur ritningunum fyrir þau. Til þess að þau mættu skilja að í dag þá hefði ritningin ræst. Lesum saman. Halleluja. Var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókinni, fann staðinn þar sem ritað Andi drottins yfir mér, að því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap. Boða bandingjum lausn og blindum sín. Láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár drottins. Og vinir, náðarár drottins þess háttar á 50 ára tímabili að þá fengu allir uppgefna sakir. Og vinir, ég veit ekki með ykkur, en ég hef gert hluti sem eru ekki Guði velþóknanlegir. Að vita til þess að hann gefur okkur upp sakir stórkostlegt. Og vinir, hann hér kominn til þess að gefa upp okkar sakir, til þess að kunngjöra náðarár drottins. Halleluja. Og mér finnst svo magna, vinir, hann finnur það sem að hann ritað í ritningunum. Og það það fyrsta sem hann gerir í sinni þjónustu. Það að lesa upp það sem hann var ritað. Og það sem að mér finnst stundum vanta í kirkjuna að fólk viti hver það Og hvernig veistu hver þú ert? Þú veist það út af því að þú lest það í ritningunum. Vinir, ég var að lesa áðan, við erum meir en sigurvegarar. Við erum börn hans. Hann hefur gefið okkur sigurinn, hann hefur gefið okkur lausnina. Hann hefur gefið okkur allt til þess að við náum árangri á gönguna okkar með honum. Hann býr innan með okkur. Hann búinn að gefa okkur andan heilaga. Og drottinn, ég bið að fylla okkur af anda þínum hér í dag, þannig að við sjáum eins og þú vilt sjá. Að drottinn, að við séum ekki föst í sama fara og við höfum verið, drottinn minn, heldur að við göngum gönguna með þér, Jesús. Þannig að hann las sjálfa sig, og vinir, ef að þú vilt stíga inn í þína köllun, þá þarft að lesa sjálfa þig í ritningunum. Þú þarft að vita hvaða kraft Guð hefur gefið þér. Hvaða vopn hann hefur gefið þér til að vinna bug á óvinnarins veldi. Má ég heyra með hann? Halleluja. Og það það sem drottinn gerði. Og vinir, það var engan bilbu á Jesú að finna. Jafnvel þóttu risu upp á fætur og bara, hvernig dirfist þú að halda þessu fram? Af hverju? Því að hann var fullur af heilugum anda.
Og við þurfum að vera hætt að vera svona smeyk við fólk. Og við þurfum að vera full af heilugum anda og segja, herðu, meiri sá sem í mér heldur en sá sem í heiminum. Og ég heyra með. Eru allir með mér? Jóhann, ertu með? Amen. Takk, Jesús. Þannig að við þurfum að tala við kringumstæðurnar okkar. Og hann djarfur. Hann hugrakkur. Hann bara sagði það sem að Guð hafði sagt honum að segja. Og vinir, það stendur svo skýrlega að hann gerði ekkert nema búin að vera ráðfæra sig við föður sinn. Allt sem hann gerði var í vilja föðurins. Þeir voru eitt. Og vinir, hann hefur boðið okkur inn í þetta samfélag. Hann vill að við sem eitt með sér. Hann vill að við tökum stöð okkar. Hann vill að við tökum landið. Og vinir, til þess að taka landið þá þarftu að trúa því að hann hafi gefið þér það. Fyrir það fyrsta. Þú þarft að vita að þú getur það. Þú þarft að vita að þetta bara þín köllun. Og það sem að mér finnst svo leiðilegt að horfa upp á að óvinurinn hefur sannfært kirkjuna að vera í einhvers konar vörn. Það ekki hennar hlutverk. Hlutverk kirkjunar að vera í sókn. Að skora mörk. Taka ný landsvæði. Halleluja. En Jesús orðið. Hann lætur orðið tala. Og hann lætur orðið skilgreina sig. Vá. Hann lætur orðið skilgreina sig. Hann ekki smeykur. Hann fer ekki undan í flæmingi. Ég vil þótt að fólk rísi gegn honum og segja, herðu, nú þú að lastmæla. Hann stendur á orði föður síns. Hann stendur. Og vinni, hvað segir Guð þig? Og fyrsta sem við gerum á göngunum með Guði og reyndar á hverjum einasta degi, þá þurfum við að vita það að við erum syndarar. Við erum það. Við þurfum að taka við fyrirgefningu frá frelsaranum okkar og við þurfum að biðja að fyrirgefa okkur á hverjum einasta degi. Það það sem ég venn mig á að gera og ég hvet ykkur til að gera það sama. Því að við öll föllum margvíslega. Við misstígum okkur, við segjum hluti eða við hugsum hluti sem við eigum ekki að hugsa. Þannig það ofboðslega mikilvægt að við venjum okkur á það þegar við nálgumst Drottinn að nálgast hann í auðmýkt. Því að auðmýkt alltaf undanfari virðingar og upphefðar. Þannig að við nálgumst Drottinn í auðmýkt og við biðjum hann fyrirgefningar. Og vinir, ef við höfum gert eitthvað ef einhver á sök og hendur okkur, þá þurfum að gera upp okkar mál. Kirkjan þarf að vera fremst í flokki, að fara bara og gera upp sín mál. Að virkilega bæta fyrir brot. Og vinir, það svo margt sem hefur gengið á í kirkjunu og ég vil bara segja það fyrir framan ykkur alla. Ég biðst afsökunar á því hvað hefur gerst í kirkjunni. Og ekki bara þessari kirkju, bara öllum kirkjum. Því að það hefur margt gerst í kirkjunni sem átti ekki að gerast. Og við megum ekki vera feimin við það að bara biðja fyrirgefningar á því. Því að við erum miklu stærri þegar við bara auðmýkjum okkur. Og þykjumst ekki hafa alltaf öll svörin, heldur bara gerum vilja Guðs. Og við þurfum að biðja fyrirgefningar. Og við þurfum að rísa upp aftur. Og það má taka samtal. Það má ræða hluti sem að fóru ekki vel. Og við erum öll á leiðinni með Drottni inn í dýrð hans og við erum að reyna að gera betur. Má ég heyra amen. Þannig við byrjum á þessu. En svo þurfum við líka muna í Efesus 2, í 7. kafla, að þá stendur þetta. Og hann reist okkur upp með Kristi Jesú og bjó okkur stað með honum í himinhæðum. Þetta minnir á örninn, ekki satt. Vinir, þegar við erum reist upp með honum og við búum á himinhæðum, þá höfum við aðra sýn á lífið. Við höfum aðra útgangspunkt á því hvernig við bara sjáum alla hluti. Og allt í einu fara hæðirnar ekki að vera svona háar, dalirnir hætt að vera svona lágir. Og vinir, við þurfum að muna það að við erum sett þarna með honum í himinhæðum. Númer 7, þannig vildi hann sýna á komandi öldum ómælda auðleg náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesú. Og þetta orðið sem að Gunnar las. Því að náð þið hólpin fyrir trú. Það ekki yður að þakka það Guðs gjöf,
ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum hvað? Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Og vinir, það sem ég vil leggja áherslu á hér er að við erum, hann reist okkur upp með Kristi Jesú og bjó okkur stað í himinhæðum. Það þýðir að við erum hér uppi með honum. Það þýðir að við horfum á allar kringumstæður héðan. Við horfum á kringumstæðnir út af því að við erum þegar búin að vinna sigur í kringumstæðunum. Því að meiri sá sem í okkur heldur en sá sem í heiminum. Má ég heyra með. Þannig að þegar Guð setur okkur í kringumstæður, þá erum við bara hreinlega með aðra sýn á þær. Við vitum að við getum gengið í gegnum það sem við eigum að gangi í gegnum. Og rétt eins og með Jesú að þá stöndum við þegar aðrir ráðast á kristni. Við stöndum þegar fólk gerir árás á Guð í okkur. Og við þurfum að hætta að fela okkur. Heyrið það sem ég er að segja. Kirkjan þarf að hætta að fela sig. Hún þarf að stíga djörf. Hún þarf að leyfa Guð að vinna. Og hún þarf að taka pláss. Nákvæmlega. Þú ert með orð hans. Þú ert með anda hans. Og vinir, aðal áskorunni sem við stöndum frammi fyrir, og ég skal alveg segja ykkur hvað það er. Það eru við sjálf. Það er nefnilega rödd sem býr í okkur, þið vitið, gamla holdið, sem er svo duglegt að rakka okkur niður. Hún gerir lítið úr okkur eins mikið og mögulega getur. Hún er alltaf að segja okkur að við getum ekki gert hluti sem að Guð segir að við getum gert. Og vinir, stærsta áskorun í mínu lífi er ekki óvinir hérna úti, það er óvinurinn hérna inni. Og vinir, það er svo mikið hérna inni sem að reynir að tella okkur trú það að við getum ekki, að við kunnum ekki, að við skiljum ekki og við höfum ekkert hér að gera. Við erum bara svona og svona og svona og við trúum því. Og það sem gerist er það að við leggjum árar í bát í staðinn fyrir að rísa upp. Og við eigum að lifa í andanum. Það þýðir það að við látum hans hugrekki vera okkar hugrekki. Það þýðir það að við erum ekki að skilgreina okkur sjálf út frá okkar eigin mistökum. Út af þá er listinn bara langur. Við skilgreinum okkur út frá því sem að Jesús segir okkur. Og við erum leið og við gerum það, þá erum við komið með aðra sýn og þá vitum við að við getum sigrað. Og þá er þetta ekki hroka þessi sigur út af hann er ekki bundinn við mín verk. Hann er bundinn við náð Guðs. Og vegna þess að hann dó og hann reis upp fyrir okkur, að þá hefur hann gefið okkur náð sem er ótrúlegu kraftur í líf okkar. Það er endurspeglun Guðs og kraft Guðs út í lífið okkar. Það þýðir að við getum gert hluti sem eru í rauninni ómögulegir. Og það er það sem að Guð hefur kallað okkur til. Og ég bara vil nefna eitt dæmi í þessu samhengi. Þegar ég steig á stokkinn í fyrsta skipti og var að tala orð Guðs. Ég upplifði mig svo ofboðslega smáa. Ég veit ekki hversu mikið óvinurinn kom og var að telja mig trúum að ég væri ómöguleg og þannig að enginn að hlusta á mig og ég væri bara mistök og svo framvegis og svo framvegis. Já, takk fyrir það mamma. Ég þurfti að svara þessum röddum með orði Guðs. Og ég veit ekki hversu oft ég sagði allt megna ég fyrir hjálpan sem mig styrkan gerir. Ef hann hefur tekið mig á hennan stað þá getur hann tekið mig í gegnum þetta Jesús. Og ég þurfti í rauninni að heila þó mig að því sem að Guð sagði mig. Og vinni, hér í dag er fólk sem hefur köllun á sínu lífi en þeir eru búin að sannfæra ykkur sjálf að þeir munu aldrei geta það eða og svo framvegis. En mér langar að lýsa því yfir að það er lygi. Það er óvinurinn sem hvíslar í eyrað þitt. Allir hér inni geta gert ótrúlega hluti í Guðsríkinu.
Og það ekki bundið við okkar eigin verk, það bundið við náðarverk Drottins. Og vinir, þangað til að við förum að standa í krafti heilags anda og fara bara að tala út yfir kringumstæðurnar okkar, að þá verðum við minni enn. Og það sem ég vil sjá í Guðsríkinu, það ekki bara möguleikar. Ég vil sjá möguleikana verða veruleika. Ég vil sjá gjafirnar sem í ykkur verða veruleika. Mér langar svo kirkjuna að iðanda lífi og allir í sínu styrkleika að gera vilja Guðs. Vitið það, ég elska það. Og ég ekki svo eina hér sem kölluð til þess að predika. Það eru svo margir hérna kallaði til að predika. Þannig að ég kalla á predikarna sem eru hérna inni. Ef að Guð hefur gefið þér orð, stígðu út. Halleluja. Má ég heyra amen? Halleluja. Það kraftur í húsinu. Þannig það. Og ég ætla að sjá þessa kirkju iðanda lífi. Því hún kölluð. Ekki bara ég, ekki bara Gunnar, ekki bara mamma. Við erum öll kölluð. Og Guð hefur valið okkur til þess að ganga þess að göngu saman. Halleluja. Magnað. Þannig að við ætlum að sigra hvað? Okkar eigin rödd. Röddin sem segir okkur að leggja árar í bát. Ég þurfti að minna mig, ég veit ekki hversu oft á það þegar ég byrjaði að predika, að ég krossfest með Kristi. Gamla ég skipti engu máli. Heldur lifir Kristur í mér. Halleluja. Og hann sem hefur hafið í mér góða verki mun og fullkomnað allt í dags Jesú Krist. Og það þýðir allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gjörir. Það þýðir ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fót minn skriðna, vörður minn, hann blundar ekki, hann sefur ekki, hann vörður Ísraels. Og vinir, ef þið vitið ekki af því, þá erum við græddinni fyrir heitið með blóði Drottins. Hann vörður þinn og hann vörður minn. Þannig að látum ekki óvinnin draga úr okkur kjark, heldur stöndum keik og þurfum að tala við kringumstæðurnar okkar. Því að Guð að kalla okkur inn í nýja tíð. Í Galatabréfinu 2:20, ég krossfestu með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég nú lifi hér jörð, lifi ég í trúnni á Guðson sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Þetta uppáhaldsvers alla míns. Halleluja. Og vitið það er stórkostlegt að vera krossfestu með Kristi. Þetta gamla, holdið, ég mig frá mér til mín. Það það sem að þarf að krossfestast. Og lifi sonur hans í mér. Mætti hann stækka og ég minnka. Eins og Páll sagði forðum daga. Mætti hann vaksa og ég minnka. Og mér langar svona rétt í lokin að fara í Jósúabók, 1. kafla og 7. vers. Þarna Móses, þegar þarna komið í sögu, þeir eru búin að vera 40 ári í eyðimörkinni eins og ég kom inn á áðan. Móse var látin. Móse var í rauninni svona eins og frelsarinn þeirra. Og þið getið ímyndið ykkur sorgina og bara angistina þegar Móse í rauninni deyr rétt áður en þeir eru að fara inn í landið. Hann aðeins horfði á Kanansland, hann sá Kananslandin, steig aldrei inn í það. En Guð reist upp annan þjón sem hét Jósúa. Og hann vildi að Jósúa myndi taka líðin inn í Kanansland til þess að taka landi sér til eignar. Og það er tilgangur Drottins þegar hann frelsar okkur. Það að við göngum inn í landi sem hann hefur gefið okkur til eignar. Að við horfum ekki bara á það, að við sem ekki bara í eyðimerku göngu heldur að við tökum landið. Og þegar þannig komum við sögu og ég get bara ímynda með hvernig Jósúa leið á þessum tímapunkti. Hann hefur örugglega hugsað, Guð minn góður. Ég get þetta ekki. Þið getið rétt ímyndað ykkur það. Móses sem allir báru ómælda virðingu fyrir. Móses sem hafði tekið þá út úr Egyptalandi. Komið þeim undan valdi Fáraós. Hann hefði verið
hann hafði verið leiðtogi þeirra í fjöldamörg ár og margir þekktu ekkert annað en Móses sem fór fyrir og talaði inn í lífin kjark og þor. En Móse var farinn. Og Guð leiddi fram nýjan leiðtoga sem hét Jósúa. Og vinir, ég bara veit að Jósúa hefur verið hræddur. Jósúa hefur örugglega verið beygður út af því að hann og Móse voru náttúrulega nánir. Hann hefur verið beygður, hann hefur verið meiddur. En Guð vissi hvað hann var að gera. Og með nákvæmlega sama hætti að allt sem á undan hefur gengið bæði kirkjunu og öðru, þið veist, það er búið að vera svo mikill ágangur á kirkjuna. Vinir, nú er komin ný tíð. Og nú er komin tíðin að við förum inn í landið og við tökum landið. Og ég tala þetta í djörfung og ég tala þetta af hugrekki því að andi Guðs er innra með mér. Halleluja. Og það sem að Guð sagði við Jósúa var ekki, hérna eru 10 atriði sem að gera þig að frábærum leiðtoga. Hérna eru 15 atriði sem að Ísraelsmenn þurfa að undirgangast þess að koma inn í landið. Ekkert slíkt. Vitið hvað hann sagði? Hann sagði 4 sinnum það sama. Og ég ætla að lesa það fyrir ykkur. Vertu djarfur. Vertu hughrausstur. Þú átt sjálfur að skipta landinu í erfðahluti með þessari þjóð. Landinu sem ég sór feðrum þeirra að gefa þeim. Jósúa átt að gera eitthvað sem hann hafði aldrei gert áður og hann átt að skipta landinu. Hann átt að rísa upp og gera það sem var ómögulegt. Því að það hafði njósnamenn farið yfir og þau sá ekkert nema rísa í landinu. En það voru 2 sem að sáu möguleik í landinu og Guð er að reisa fólk sem sér möguleik í landinu. Sem horfir ekki bara á einhverja risa sem að get ekki fallið, heldur risa sem að við getum sigrað. Halleluja. Og vinir, Móse var farinn, Jósúa átt að rísa upp og ég segi við þig í dag, Jósúa býr innan með okkur. Við þurfum að rísa upp og taka landið. Halleluja. Og vinir, það sem að Jósúa gerði og það sem að Guð sagði við hann, hafðu lögmálsbók þessa hugfasta í huga þínum. Aftur er það orð Guðs. Hann þurfti að muna orð Guðs þegar hann tók landið. Hann sagði ekki víkja frá lögmálsbók þessari. Þegar þú tekur landið, hvernig tekur það? Þú tekur það með orði Guðs. Og vinir, hefði hann ekki þekkt lögmálsbókina, þá hefði hann ekki getað tekið landið. En vinir, þess vegna skiptir svo miklu máli að við lærum það sem að bókin hefur að segja. Og þegar við rísum upp, og þá rísum við upp í hans styrkleika. Og vinir, ég trúi því virkilega að Guð er að reisa við kirkju sína. Og við munum sjá fólk ná inn í ný landsvæði. Halleluja. En til þess að svo megi vera, þá þurfum við að rísa upp. Við þurfum að hafa hugfasta lögmálsbók Drottins. Við þurfum að vita hvað Guð hefur sagt um okkur. Við þurfum að vita hvað Guð hefur sagt um kringumstæður okkar. Við þurfum að vita að við erum sett í himinhæðir með Drottni. Við þurfum líka að vita að við erum meira en sigurvegarar. Þannig að ef hann hefur leitt þig að kringumstæðunum, þá leiðir hann þig í gegnum kringumstæðurnar. Því hann er trúfastur, rísum á fætur.